Býð bæjarfulltrúa velkomin til funda og einnig gesti. Segi 87. fund bæjarstjórnar setta. Dagskrá eru 18 mál. Mættir eru Einar Pálsson, Jónína Magnúsdóttir, Magnús Sigfús Magnússon, Árný Kristín Ásgeirsdóttir, Anton Kristín Guðmundsson, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Önundur Björnsson og Sunneva Ósk Þórðardóttir og Magnús Stefánsson bæjarstjóri. Fundargerð ritar Árni Gísli Árnason. Og fyrsta mál á dagskrá fundarins fjárhagsáætlun 2026 til 2029 og ekki bæjarstjóra orðið. Já, forseti og góðir bæjarfulltrúar. Það komið þá að síðara umræðum fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 og jafnframt 3 ára áætlun fyrir árið 2027 til 2029 eins og vera ber. Ég ætla að lesa hérna yfir texta sem ég óska eftir að vera bókað. Þetta er bara fjárhagsáætlunina. Umfjöllun forsendur fjárhagsáætlunar hófst á fyrsta ársfjórðungi ársins og hefur bæjar á fjallað áætlanagerðina, forsendur og endanlega tillögu fjárhagsáætlun á undanförnum mánuðum og þá hefur bæjarstjórn haft 2 vinnufundi með starfsfólki sveitarfélagsins til yfirferðar starfsáætlanir og ýmsa liði vegna fjárhagsáætlunar. Margar forsendur liggja til grundvallar vinnslu fjárhagsáætlunar, svo sem hagspár, áætlanir útsvarstekjur og framlög frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Staða og sýn þróun atvinnumála og atvinnustigs ásamt spáum þróun íbúafjölda í sveitarfélaginu til næstu missera og ára eru einnig mikilvægar forsendur í áætlanagerðinni. Margir áhrifaþættir eru markaðir nokkur óvissu og munu hafa áhrif á framvindu áætlana. Þar má meðal annars nefna almenna efnahagsþróun, svo sem hvernig mun vaxtastig þróast í náinni framtíð og hvernig tekst til við að vinna bug á verðbólgunni. Á 82. fundi bæjarstjórnar þann 4. júní síðastliðinn voru samþykkt samhljóða helstu markmið við vinnslu fjárhagsáætlunar. Það er fyrsta lagi varðandi A-hluta bæjarsjóðs að rekstrarniðurstaða verði jákvæð að lágmarki 1% af tekjum. Veltufé frá rekstri verði yfir 10% af tekjum til að standa undir afborgunum lána og sem mestu á fjárfestingum. Í þriðja lagi lántaka nemi að hámarki 40% af fjárfestingum árið 2026. Fjórða lagi skuldasta A-hluta fari ekki yfir 80% af tekjum. Í 5. lagi handbært fé árslok verða lágmarki 500 milljónir. Síðan að gjaldskrá þjónustugjalda haldist í takt við þróun verðlags. Í 7. lagi fjárfestinga verði sem mest fjármagnar á skatttekjum og söluhagnað eigna á næstu árum þannig að lántökum verði haldið í lágmarki. Varðandi samstæðu A og B-hluta þá var það fyrsta lagi að standast fjárhagsleg viðmið jafnvægisreglu og skuldareglu samkvæmt 64. grein sveitarstjórnarlaga nr. 38/2011. Eins og niðurstöðu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2026 ber með sér öllum framangreindu markmiðum náð. Í forsendum fjárhagsáætlunar ársins 2026 álagningarhlutfall útsvars óbreytt frá fyrra ári eða 14,97%. Álagningarhlutfall fasteignaskatt á íbúðarhúsnæði lækkað úr 0,28% í 0,23% og almenn þjónustugjaldskár uppfærð með verðlagsþróun og var algeng breyting á bilinu 3,6 til 4,5%. Álagningarstuðull vatnsgjalds vegna íbúðarhúsnæði lækkaður úr 0,13% niður í 0,11 sem 15,4% lækkun á stuðlinum frá fyrra ári. Gjaldskrá sorpgjalda og sorpið eru óbreytt frá fyrra ári og það annað ári í röð sem gjaldskrán tekur ekki breytingum. Áhersla er lögð á það að góður árangur íbúa við flokkun á sorpi skila sér það miklu tekjum frá úrvinnslusjóði að ekki ástæða til að hækka gjöld íbúa vegna sorpmála. Fyrir það eiga íbúa Suðurnesjabæjar þakkir skildar og hrós fyrir. Ýmsir útgjaldaliðir eru síðan uppfærðir út frá verðlagsþróun og áætlun launakostnað byggir á kjarasamningum. Með nýjum lögum jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem taka gildi 1. janúar 2026 munu framlög jöfnunarsjóðs til Suðurnesjabæjar lækka nokkuð frá því sem verið hefur, samkvæmt eldri lögum. Hluta af lækkun framlaga kemur til framkvæmdar árið 2026 og til viðbótar munu framlögin lækka árið 2027 en samkvæmt upplýsingum frá jöfnunarsjóði munu framlögin halda stöður eftir það. Í rekstraráætlun fyrir A-hluta bæjarsjóðs heildartekjur áætlaðar 7.468 milljónir, framlegð rekstra fyrir afskriftir og fjármagnslið áætluð 733 milljónir eða 9,8% og rekstrarniðurstaða jákvæð upp á 325 milljónir eða 4,4% af tekjum.
Í rekstraráætlun fyrir samstæða og B-hluta eru heildartekjur áætlaðar 7.786 milljónir og framlegð rekstra fyrir afskriftir og fjármagnsliði 958 milljónir eða 12,3%. Að teknu tillit til afskrifta og fjármagnsliða er rekstra niðurstaða á B-hluta áætluð jákvæð af fjárhæð 406 milljónir króna sem er 5,2% af tekjum. Í sjóðstreymisyfirliti er veltufé frá rekstri á B-hluta áætlað 996 milljónir eða 12,8% og handbært fé frá rekstri 945 milljónir. Fjárfestingaráætlun er alls 973 milljónir og áætlað að tekið verið ný lán alltaf fjárhæð 250 milljónir sem er 25,6% áætlun heildar fjárfestingum en afborgun langtímaskulda er áætlaðar 378 milljónir. Og áætlað er að handbært fé samstæða á B-hluta í árslok 2026 verði 851 milljón króna. Helstu fjárfestingar á árinu 26 í fjárfestingaáætlun eru meðal annars áframhald gatnagerðar og uppbygging innviða í nýjum íbúðahverfum, samgöngu og umferðarmál. Þá má nefna fjárfestingar í skólum og leikskólum, íþróttamannvirkjum og opnum svæðum. Í B-hluta er áætlaðar fjárfestingar í vatnsveitu og fráveitu ásamt endurbyggingu grjótvarnargarðs Sandgerðishafnar. Íbúafjöldi Suðurnesjabæ samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu var 4.090 síðustu áramót og í lok september síðastliðið voru 4.220 íbúar skráðir í Suðurnesjabæ. Á þessu tímabili á árinu 2025 hefur íbúum fjölgað 130 eða 3,2%. Í forsendum fjárhagsáætlunar er gert ráð fyrir að íbúum fjölgi 3% á ári næsta árin samkvæmt miðspá í húsnæðisáætlun sveitarfélagsins. Efnahagsleg staða sveitarfélagsins er góð og er áætlað að skuldaviðmið samkvæmt reglugerð nr. 502/2012 hjá samstæða og B-hluta verði 55,7% í árslok 2026 og því vel undir 150% viðmið samkvæmt fjármálareglu sveitarstjórnarlaga. Í 3 ára áætlun árunna 2027-9 er gert ráð fyrir að rekstrarafkoma sveitarfélagsins og efnahagsleg staða standist fjármálareglu sveitarstjórnarlaga á tímabilinu og er það samkvæmt markmiði bæjarstjórnar. Ég hef nú farið yfir svona helstu lykiltölur í áætluninni og alltaf því að ljúka máli mínu en enda því að þakka bæjarstjórn fyrir gott samstarf við vinnslu fjárhagsáætlunar og sérstaklega að þakka í starfsfólki sveitarfélagsins, stjórnendum fyrir þeirra framlag sem hefur verið mjög mikil vinna að baki og er ánægjulegt að sjá hve góð niðurstaða er í þessari fjárhagsáætlun. Þakka bæjarstjóra góða yfirferð og það taka undir þakkir til starfsmanna. Orðið er laust fjárhagsáætlun 2026-2029. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka Magnúsi Stefánsinni bæjarstjóra fyrir hans yfirferð varðandi fjárhagsáætlun og það er bara gott að heyra að rekstur sveitarfélagsins stendur styrkum fótum. Það er ánægjuleg tíðindi á krefjandi tímum. En mér langaði svona bara aðeins að fara svona efnislega yfir svona eins og bæjarstjóri kom inn á svona nokkra punkta úr þessari fjárhagsáætlun sem liggur fyrir og mér langaði svona aðeins að renna yfir fjárfestingarnar sem eru fyriráætlaðar á næsta ári svona lauslega og eins og maður rennur yfir fjárfestingarnar svona lauslega þá sér maður að það er í rauninni stór pólitísk tíðindi í þessari fjárfestingaráætlun að það er í rauninni
þau pólitísku tíðindi sem maður sér við þessi fjárfestingaráætlun, hún birtist okkur í minnihlutanum fyrir 2 dögum síðan og hérna við höfum verið að glögga okkur á henni, en pólitísku tíðindin eru í rauninni sú að það er rauninni verið að slá gervigrasvöll í Suðurnesjabæ af á þessu kjörtímabili, þrátt fyrir að þessi getið í stjórnarsáttmála núverandi meirihluta. Og með leyfi forseta þá ætla ég að fá vitna í stjórnarsáttmálann sem er yfirlýsing samstarfs D- og S-lista. Unnið verður eftir áður samþykktir tillögu uppbyggingu gervigrasvallar á aðalvelli Reynis. Það er rauninni tíðindin í þessu að það er bara áætlað 20 milljónir króna í uppbyggingu á gervigrasvelli á næsta ári, sem er miður. Það verður að segjast eins og það eru mikil vonbrigði út af því að það er mikil vöntun á vetraðarstöðu til knattspyrnuiðkunar í sveitarfélaginu og skortur á vetraðarstöðu sem er orðið þess valdandi að nánast öll knattspyrnuiðkun sem er stunduð í sveitarfélaginu yfir vetrartímann fer nú fram annaðhvort í Reykjanesbæ eða á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að hérna, þetta eru heilmikil tíðindi. Svo langar mig að nefna annað í þessu samhengi að það er líka jákvætt að það eigi að fara í að setja í stað nýjan hönnun fyrir nýjan leikskóla í Garði. Það er jákvætt, það er orðið löngu tímabært verkefni að auka daggæðslúrræði í Garðinum. Og svo er líka ánægilegt að sjá að það sé settur undirbúningspeningur fyrir stækkun á Sandgerðisskóla. 3 milljónir króna sem að eiga að fara í undirbúning og hönnun og við höfum verið með inn á borði hjá okkur þau vandamál sem steðja að í eftirskólaúrræðinu í Sandgerðisskóla og það er ánægilegt að sjá að það séu setta 25 milljónir króna til að koma skólaselinu úr skólanum í Sólborgu tímabundið. En eins og ég segi, þetta er svona þessi áætlun ber það með sér að það er svona verið að mjatla í hlutina hér og þar og maður sér að það er til dæmis áætlar 80 milljónir króna að færa ráðhúsið undir einn og sama stað. Svo 50 milljónir króna í útskálahúsið. Þannig að þetta eru svona krónur og aurar hér og þar en eins og ég segi, það eru mér mikil vonbrigði að sjá það að það eigi ekki að fara í uppbyggingu á vetraraðstöðu til knattspyrnuiðkunar eins og getið í meirihlutasáttmálum. Takk. Þakka Antoni fyrir. Fleiri sem óskar taka til máls. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góði bæjarfulltrúar og gestir. Já. Ég er hérna með eiginlega 2 spurningar sem eða allavega hún er tvíþætt. Í síðustu fjárhagsáætlun þá láðist okkur að gera ráð fyrir börnum með fjölþættan vanda. Sem endaði þannig að það var gerður viðauki upp á 290 milljónir á því ári. Þegar núna á þessu ári og þá kemur svona spurningin, erum við búin að fá eitthvað af þessum fjármunum til okkar? Það því að í viðaukanum var gert ráð fyrir 130 milljónum til okkar frá Jöfnunarsjóði eða ríkinu. Og þá kemur svona seinni liðurinn í þessari spurningu að það er í samvæti við, er einhver áætlun þetta ennþá? Eða er það alfarið út á borðinu að okkar hálfu? Þakka fyrir Pétur Magnús Sigfús. Magnús bæjarstjóri, bestu þú svarir. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Við erum búin að berjast mikið í því nánast allt árið að fá upplýsingar það frá ríkinu, hvaða framlög við fáum frá þeim upp í kostnað
því miður hefur það nú ekki borið árangur af það. Þannig að við vitum ekki nákvæmlega hvernig það endar. Og varðandi næsta ára þá er bara samkvæmt því sem fyrir liggur ríkið taki alfarið yfir þetta dæmi. Þannig að sveitarfélögin þurfa ekki að gera ráð fyrir kostnaði vegna þess og auðvitað er vonað maður það að ríkið standi við sinn hlut í því. Það er bara gert ráð fyrir því og sveitarfélög almennt sem hafa verið að bera kostnað vegna svipara mála, það gerir ráð fyrir því. En við hefum bara því miður ekki ennþá fengið upplýsingar frá ríkinu framlagið fyrir þetta ár. En ég veit hins vegar að okkar sviðsstjóri er að mæta á fund núna, ég held bara á föstudaginn með þeim í ráðuneytinu og vonandi koma upplýsingar þá hvernig þetta muni líta út. Þakka svörum Magnús að svari fyrirspurninni. Það eru fleiri fyrirspurnir umræður fjárhagsáætlun. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir dagir og gestir. Ég þakka fyrir svörin og ég óskaði sinnilega að við þurfum ekki að bera þennan kaðleik mikið lengur. Þannig að þetta er búið að vera þung og daggi á sveitarfélaginu núna undanfarin 3-4 ár. Þannig að það er bara til góðs ef að það gengur. En svo ég vil taka undir orð Arnórs í sambandi við fjárfestingaráætlunina. Hún var svolítið svona, maður var eitt spurningamerki þegar maður var að lesa það. Og þannig fannst svona, ég var að velta fyrir mig þakkarorðum bæjarstjóra til bæjarstjórnar. Þannig að ég gat ekki tekið sér þakkarorð til mína því að ég hef ekki komið að gera þessari fjárhagsáætlun á neittandi máta. Takk Magnúsi. Það eru fleiri sem áskveitar að taka til máls. Svo er ekki. Og óska ég eftir að eftirfarandi bókun meirihluta bæjarstjórnar verði fært til bókar. Meirihluti bæjarstjórnar lýsir ánægju með fjárhagsáætlun 2006 og 3 ára áætlun 2007-2029. Áætlun er afrakstur góðra vinnu starfsfólks sveitarfélagsins ásamt vinnu bæjarfulltrúa. Niðurstaða hennar felur í sér góða efnahagslega og rekstrarlega stöðu sem skapar áfram forsendur til að veita íbúum góða þjónustu. Fjárhagsáætlunin endurspeglar öllu markmið sem sett voru fyrir vinnslu fjárhagsáætlunar, þrátt fyrir að mikil tekjulækkun frá jöfnunarsjóði komi til á næstu 2 árum vegna breytinga á reglum. Sem fyrr er ánægjulegt að skuldaviðmið sé vel undir viðmiði samkvæmt fjármálareglu sveitarstjórnarlaga og að rekstrarafkoma tímabilis standist jafnvægisreglu sveitarstjórnarlaga á tímabilinu. Álagningar hluta fasteignaskatta lækkar úr 0,28 í 0,23% til að mæta mikilla hækkun á fasteignamati á íbúðarhúsnæði. Þá er álagningarstuðull vatnsgjalds lækkaður 15% af sömu forsendu. Gjaldskráin endurspeglar stuðning við barnafjölskyldur og hefur frístundastyrkur verið hækkaður í 55.000 krónur á barn og áfram verður frítt í sund fyrir börn á aldrinum 0 til 18 ára. Áframhaldandi uppbygging á íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu og verður haldið áfram með uppbyggingu gatna í báðum byggðakjörnum á næstu árum. Önnur stór verkefni sem vert er að nefna er að gert er ráð fyrir að klára göngu og reiðhjólastíg frá báðum byggðakjörnum til Reykjanesbæjar á næsta ári og þannig auka til muna öryggi íbúa og efla lýðheilsu í heilsueflandi samfélagi. Þá verður farið í að skipta út gervigrasi á sparkvöllum við skólana og jafnframt að færa völlum við Gerðaskóla á betri stað. Íþróttasvæði fá veglega upplyftingu, meðal annars verður malbyggt plan við golfklúbb Sandgerðis. Áfram verður haldið í uppbyggingu leik- og útivistarsvæða í sveitarfélaginu. Umhverfi við Sandgerðiskirkju verður lagað og malbyggt og þá verður einnig útskólahúsið klárað á næstu 2 árum. Á árinu 2026 er gert ráð fyrir að stjórnsýslu verður komið fyrir á einn stað að Sunnubraut 1 og í framhaldi mun húsnæði vörðunar verða breytt með þarfir eldri íbúa okkar í huga, bæði verði þar þjónustu og félagsrými auk íbúða fyrir eldri borgara.
Gert er ráð fyrir byggingu búsetukjarna fyrir fatlaða í Garði sem verði byggt að Brynju leigufélagi með stofnframlagi sveitarfélagsins. Þörfur á stækkun Sandgerðisskóla og farið verður í þarfagreiningu og hönnun á stækkun hans. Til að mæta brýnni húsnæðisþörf mun húsnæði í Sólborg vera lagfært og nýtt undir skólasel og eftirskóla úrræði auk þess sem félagsmiðstöðin verður flutt þangað. Á þessari upptalningu, sem þó alls ekki tæmandi, má sjá að verkefnin eru mörg og krefjandi og ánægjulegt að geta settu á stað á nýju ári. Bæjarfulltrúar hafa unnið að gerð fjárhagsáætlunar á formlegum fundum og einnig á óformlegum vinnufundum með bæjarstjóra og sviðsstjórum Suðurnesjabæjar. Fundandi voru vel skipulagðir og upplýsandi fyrir bæjarfulltrúar. Á fundunum gátu bæjarfulltrúar komið tillögur og ábendingar inn í fjárhagsáætlunarvinnuna. Meirihluti bæjarstjórnar þakkar bæjarstjóra og starfsfólki fyrir mikla og góða vinnu og gott samstarf við vinnslu fjárhagsáætlunar. Þá þakka meirihluti bæjarstjórnar starfsfólki í Suðurnesjabæjar fyrir vel unnin störf á árinu. Þá tökum við til afgreiðslu fyrst þjónustugjaldskrá sveitarfélagsins sem liggur í gögnum okkar og biðji þá sem að samþykkja hana að gefa merki. Einhver á móti. Hún er samþykkt með fulltrúa meirihluta, fulltrúa minnihluta sitja hjá. Þá tökum við fyrir gjaldskrá Sandgerðishafnar og biðji þá sem samþykkja gjaldskrá Sandgerðishafnar að gefa merki. Einhver á móti. Hún er samþykkt með atkvæði meirihluta. Minnihluti sitja hjá. Tökum við fyrir gjaldskrá Vatnsveitu í þéttbýlinu Sandgerði og biðji þá sem samþykkja gjaldskrána að gefa merki. Einhver á móti. Svo er ekki, hún er samþykkt með atkvæði meirihluta, fulltrúa minnihluta sitja hjá. Þá tökum við fyrir fjárhagsáætlunina og 3 ára áætlunum og biðji þá sem samþykkja hana að gefa merki. Einhver á móti. Hún er samþykkt með fulltrúum með atkvæðum meirihluta, fulltrúum minnihluta sitja hjá. Þá, Anton, gjörðu svo vel. Það fór að gera grein fyrir atkvæðum. Gjörðu svo vel, Anton. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp til þess að gera grein fyrir atkvæði mínu og vill í kjölfari leggja fram eftirfarandi bókun. Bókun frá bæjarfulltrúanum Anton K. Guðmundsssyni og Magnúsi Sigfús Magnússyni. Þó meirihluti lækki álagningarstuðla á fasteignaskatt er hann sama tíma að hækka á aðra álagningarstuðla. Að þeim sökum hækka skattar á fasteignaeigendur í Suðurnesjabæ milli áranna 2025 og 2026 um 29.711.812 krónur. Bæjarfulltrúarnir Anton K. Guðmundsson og Magnús Sigfús Magnússon vilja jafnframt gera athugasemdir við skort á samráði við gerð fjárhagsáætlunar. Minnihlutinn fékk einungis aðkoma á 2 vinnufundum þar sem eingöngu var farið við glærur og engar ákvarðanir teknar. Auk þess var ákvörðun fundatíma ekki í samráði við fulltrúa minnihlutans. Þetta fyrirkomulag samræmist því hvorki fullnægjandi né í samræmi við það sem telja má eðlilegt í lýðræðislegum vinnubrögðum. Af ofangreindum ástæðum geta bæjarfulltrúar Anton K. Guðmundsson og Magnús Sigfús Magnússon ekki stutt framlagða fjárhagsáætlun og sitja þau hjá við afgreiðslu hennar og ég mun senda forseta, bæjarstjóra og ritara fundarins afrit af bókunni. Takk. Takk fyrir Anton, það móttekið. Ég vil nú samt geta þess að fjárhagsáætlun hefur verið unnin í bæjaráði og á fundum bæjaráðs og þar á bæjarfulltrúi Anton seturétt, atkvæðarétt og hefði getað komið öllum hugmyndum og ábendingum að. En 2 vinnufundir voru haldnir sem er rétt, sem
hann satt báða og samanskapi var hægt að koma athugasemdum að og ábendingum. Og rétt að geta þess að íbúum sveitarfélagsins gaf einnig kost á að senda inn ábendingar og sem þeir nýttu sér og farið var yfir á seinni vinnufundi bæjarstjórnar. Ég þakka þeim sem að sendi inn ábendingar og vonandi verður meira af því í framtíðinni því að það er mikilvægt að íbúarnir hafi aðkomu að ákvörðunum. Þá er fyrsta málið lokið og komið að öðru máli fundarins, en þar eru 3 viðaukar við fjárhagsáætlun 2025. Það er viðauki nr. 6 vegna leikskólans Skjarnaborg, viðauki nr. 7 vegna endurskoðun fjárfestingaráætlunar 2025 og viðauki 8 vegna lækjamóta. Þessi viðaukar hafa fengið umræðu og eru hér settir fram að ég mun bera það upp í sitt-hvoru lagi þannig að menn viti af því og geti þá ákveðið hvort þið samþykki alla eða hluta þeim. En orðið er laust annað mál sem eru 3 viðaukar. Engin kveðið sér ljós. Það biður þá sem samþykkja viðauka 6 vegna leikskólans Skjarnaborgar að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Svo ritarinn nái. Það er viðauki nr. 7 sem er endurskoðun fjárfestingaráætlunar 2025 við þá sem það samþykkja gefa merki. Einhver á móti. Það er samþykkt með 6 atkvæðum meirihluta, 20 minnihluta er á móti. Og að lokum viðauki nr. 8 vegna lækjamóta við þá sem samþykkja það gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá fundarins er stefna Suðurnesjabæjar málefni eldri borgara. Stýrihópur 2025 en á fundi bæjarráðs 27. nóvember síðastliðinn var samþykkt samhljóða að vísa drögum að stefnu í málaflokkum eldri borgara ásamt aðgerðaáætlun til bæjarstjórnar til staðfestingar. Orðið er laust stefnu Suðurnesjabæjar málefni eldri borgara. Engin kveðið sér ljós, biður þá sem að samþykkja stefnu sem að fyrirliggur ásamt aðgerðaáætlun að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða og vil ég einnig að það verði bókað að bæjarstjórn leggur áherslu á að stefnan verði kynnt fyrir íbúum. Fjórða mál, félagsstarf eldri borgara. Á fundi bæjarráðs 27.11. var fjallað minnisblað með tillögum samræmingu opnunartíma og þjónustu í félagsstarfi eldri borgara í Suðurnesjabæ. Bæjarráð þakkaði tillögurnar og samþykkt fulltrúar S- og O-lista að vísa þeim til frekari úrvinnslu en fulltrúi B-lista greiddi atkvæði á móti. Hér er lagt til að það verði samþykkt að fela starfsmönnum að fylgja tillögunum minnisblaðin eftir til framkvæmdar með samræmdum opnunartíma í starfsstöðum og aukinni þjónustu í félagsstarfinu. Orðið er laust. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, við tökum hér til umræðu félagsstarf eldri borgara í Suðurnesjabæ og eins og forseti kom inn á í inngangi sínum með málið að þá greiddi ég atkvæði gegn þessu inn í bæjarráði og ég ætla að fara svona aðeins efnislega yfir það, hvaða forsendur liggja þar á bakvið. Sko fyrir það fyrsta þá kemur fyrir minnisblað tillaga að samræma opnunartíma og þjónustu í félagsstarfi eldri borgara í Suðurnesjabæ sem er bara gott og vel. En minnisblaðið það hefst á svolítið svona einkennilegan hátt, finnst mér, að kallað hefur verið eftir, með leyfi forseta,
Kallað hefur verið eftir samræmi í þjónustu og opnunartíma starfsstöðva félagsstarfi eldri borgara í Suðurnesjabæ. Kallað hefur verið eftir og þá er ég svona, þá hugsa maður svona með sjálfu sér, hver er það sem er að kalla eftir því? Er það embættismaðurinn eða er það sviðið eða er það pólitíkin sem er að kalla eftir þessum breytingum? Því ég hef aldrei fengið skýrt svar við því hver sé að kalla eftir þessum breytingum. Hvort að þetta sé starfsmannsins eða hvort að meirihlutinn sé er að kalla eftir þessari vinnu. En þegar maður skoðar aðeins efnistökin í minnisblaðinu að þá hefur verið að kalla eftir því að það sé aukið við opnunartíman í Auðarstofu og það sé boðið þar upp á heitan hádegisverð. Og ég get bara sagt það hér og að ég er algjörlega sammála því að auka við opnunartíman í Auðarstofu og bjóða þar þeim notendum sem eru þar upp á heitan mat, algjörlega sammála því. En það sem að ég er ósáttur við í þessari afgreiðslu varðandi þetta mál, að á sama tíma þá er verið að eiga við opnunartíman í miðhúsum og í rauninni án samráðs við þá sem eru notendur á þjónustunni. Og við tókum þetta til umræðu í bæjarráði og ég talaði með þeim hætti og lagði það til að við myndum skoða þetta mál nánar og fara eins ofan í það. Það lægir rauninni ekkert á að afgreiða málið. Við myndum tala við fólki sem eru notendur á þjónustunni og reyna að gera þetta í einhverju sátt. Og auðvitað vill ég að sé samræming í opnunni og við séum að opna meira. En það var ekki hlusta á það og þetta var borið upp í afgreiðsluferli á fundinum og þá eina sem ég gæti rauninni gert út af því ég er ósáttur við þetta, það er að greiða atkvæði gegn þessu. Þannig að ég svona er að velta fyrir mig hvort að við sé ekki laga því að staðan fyrir að við sem að taka þetta til fullna afgreiðslu og afgreiða þetta að við vísum þessu bara aftur inn í bæjarráð til frekari úrvinnslu áður en að þetta fái fullnar afgreiðslu út af því að það liggur alveg fyrir að það þarf að vinna þetta mál betur, kafa ofan í sauman á því og eiga í rauninni samráð við þá sem er að nýta þjónustuna. Takk. Takk fyrir Anton. Það er laust. Magnús Sigfús gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég verð nú bara að segja það, ég tek undir hvert einasta orð Antons hérna í ræðupúltinu hérna. Þessi málefni þetta er svolítið flumbuðsleg umræða sem hefur átt sér staðum þetta. Þetta snýst ekkert um það hvort það er opna meira hérna eða þarna eða eitthvað slúðist. Þetta er skortur á samráði við fólki sem er að nota þjónustuna. Það liggur svona beinast við og svo er mikill mismunur á þessum félagsmiðstöðum. Að partur af þjónustuþjónum í miðhúsum, þetta er partur af heimilinu þeirra og það er ekki tekið til þess í þessu að gera þetta. En það sem er skrýtna við þetta er að þetta er tekið fyrir í bæjarráði. Það er varla búið að gefa út fundargerðina, en það var nú samt búið þegar að fara að vinna eftir minnisblaðinu, alveg út opnum. Og þá vantar staðfestinguna á blaðið og þá velti maður fyrir sér þurfum við ekkert að ná einhverju sátt í svona málum. Ég get ekki orðað bundis, ég verð bara að láta það flakka á ræðupúlti. Þegar að manni bríkslað það að bæjarfulltrúum og sagt beint í eyrun á manni
að maður sé að espa upp fullorðið fólk. Gegn hverju? Ég skildi aldrei hverju og ég gat aldrei fengið hvað ég var að espa upp. Ég fór á fund niður í miðhús þar sem við vorum beðnir að koma og hlusta á fólki. Og það allt í hennu orðið hluti af því að espa upp fólk. Síðan að vera að dylgja með það að menn séu að leyna og dreifa einhverjum gögnum út og söður. Þetta náttúrulega ekkert bjóðandi að þurfa að liggja undir svona hlutum. Þannig að þetta bara mjög ámælisvert, finnst mér. En vinnuplaggið sem slíkt, manni finnst það alveg stórfurðulegt að það skulle vera að fara að vinna eftir þessu á 100, sko. Bara 100 km hraða. Manni dettur í hug að þegar að fara að taka fólk á eintal, bríkslaði það að vera að halda fundi og hleypa fólk inn í félagsmiðstöðina. Og svo þetta bara eins og hjá Flokki fólksins, það bara flagó. Þakka fyrir Magnús. Ég verð að veikjana það að ég sætti mig ekki við að sitja undir því að hér eru allir settir undir sama hattinn. Að allir sitja undir því ámæli að hafa verið að leggja þeirra orð í munn. En efnislega þetta það að við náttúrulega viljum samræma þjónustuna. Og við í pólitíkin erum nú venjulega ekki að skipta okkur alveg nákvæmlega því í dítel hvað allir starfsmenn okkar að gera. Og það þekkja bæjarfulltrúar. En að sjálfsögðu þá viljum við að þetta sé gert eins mikið sátt og hægt er. Það það sem starfsmenn eiga að vera að gera og er að gera. Þannig að ég held að við skulum halda okkur við allavega ekki sögur, heldur staðreyndir. Það það sem liggur fyrir hér, tillaga þetta og ég gerir nú ráð fyrir að starfsmenn fari ekki að vinna eftir fyrir að samþykki liggur fyrir framkvæmd. Þannig að ég allavega bara að segja það. Fleiri sem vil taka þetta máls? Laufey, gjörðu svo vel. Já, ég ætla bara þá að óska eftir fundarhléi. Við tökum þá fundarhlé
Við höldum það áfram fundi og Laufey Erlendsdóttir beðin um orðið. Gjörðu svo vel, Laufey. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég óskaði nú eftir fundarhléi í samráði við félaga mína í meirihlutanum, en það bara kom mér svolítið mikið á óvart að hér kæmi fram ásakanir það kom mér á óvart að það væri verið að tala hérna einhverjar ásakanir sem ég bara kannast ekki við. Bara aldrei rætt þetta mál á þennan hátt sem að hef vísað var til hérna áðan, þannig að ég vil bara kæri mig ekki að sitja undir því, svona fyrir það fyrsta. En ég sit nú í bæjarráði og kannast ekki við það að þar hafi verið spurt sérstaklega hver kallaði eftir þessum upplýsingum. Bæjarfulltrúi Anton segist hafa spurt það hver hafi kallað eftir þessu, en ég man ekki eftir því að það hafi verið spurt það í bæjarráði, enda er það kannski í mínum huga ekkert endilega stærsta málið. Þetta bara mál sem við erum að vinna í samræmi við aðgerðaáætlunina sem við vorum að samþykkja núna áðan. Stóra málið finnst mér í raun og veru það að við erum öll sammála það að vinna svona mál í samráði við íbúa. Við viljum það. Í þessu minnisblaði sem var lagt fram í bæjarráði komu fram tillögur. Það sem var samþykkt í bæjarráði var að skoða þessar tillögur áfram. Einmitt til þess að vinna þær í samráði við notendur og bæjarbúa. Það er bara þannig. Síðan er það starfsmanna og sviðsstjóra að útfæra þessar tillögur og einmitt vinna þær með fólkinu. Við erum öll sammála að vinna þetta í samráði. Það liggur alveg fyrir. Það hefur hvergi neitt annað verið gefið út. En staðreyndirnar eru þær að það var aðeins mismunur á þjónustu hérna milli kjarna. Það er matur í miðhúsum en ekki auðarstofu. Þessar tillögur snúast að auka opnunartíma, auka þjónustu, efla námskeiðshald, hafa betri og jafnari þjónustu á báðum stöðum. Og það er bara það sem við viljum vinna að öll. Ég hef enga trú á því að það sé einhver hér sem vill ekki vinna þetta vel og í samræmi við vilja íbúa. Það hefur bara hvergi komið fram að einhver vilji þvinga fram einhverja breytingar sem fólki er ekki sátt við. Það hvaða dagar er opið á hvorum stað, það er útfærsluatriði. Það er enginn búinn að ákveða hvernig það á að vera. Það á eftir að gera það. Það komi fram tillögur í þessu minnisblaði. Það var bara tekið vel í þær, en það var þetta bara gott minnisblað og vel unnið og góðar tillögur sem komu þar fram. Og það var bara eftir að útfæra þær og það verður gert í samvinnu við fólk sem hefur alla tíð verið viljinn að gera. Í lok minnisblaðsins stendur einmitt, ég ætla að fá að vitna í það, að markmiðið er að unnið sé að því að veita notendum betri og jafnari þjónustu á báðum stöðum og styrkja þannig félagsstaf eldri borgara í Suðurnesjabæ. Það er bara vilji okkar allra. Takk fyrir, Laufey. Mér langar ekki að geta þess einmitt í framhald af þessu að ég hef svo sem rætt þetta minnisblaði við bæjarstjóra og í framhald af því rætt þetta við íþrótta- og tómstundafulltrúa okkar. Af því að það sem okkur barst til eyrna, það væri sérstaklega tímasetningar á opnunartíma sem að menn voru ósáttir við. Og ég spurði einfaldlega því hvort að það væri eitthvað sem væri vegi fyrir því, af því að það barst okkur til eyrna að mesta athugasemdin væri að það ætti að loka á mánudögum. Ég spurði því hvort að það var eitthvað í vegi fyrir því að það er bara opið áfram á mánudögum og það er ekkert í vegi fyrir því. Þannig ég vil bara segja það hér að það var það sem að íþrótta- og tómstundafulltrúi sagði mér og þannig að þeir íbúar sem þar eru geta gengið út frá því að þannig verði það.
En eins og kom fram í máli Laufeyjar að þá þetta hluti sem að samræma og að unnið verði með íbúunum okkar í báðum kjörnum að samræma opnunartíma. En við erum ekki með samþykki hér að festa einhvern opnunartíma, en mér finnst bara mikilvægt bæði að bæjarfulltrúar og aðrir vita því að það er ekkert því til fyrirstöðu að það verði opið á mánudögum eins og allavega barst okkur til eyrna. En orðið er ennþá laust þennan lið. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, í þessu minnisblaði sem er lagt hérna fram, ég ætla bara að fá að vitna beint í minnisblaði með leyfi forseta, og til því að þar er útlustað nákvæmlega hvernig starfsmaðurinn sér þetta fyrir sér, og með leyfi forseta ætla ég að fá að vitna í þetta minnisblað. Í dag er opnunartími í miðhúsum 25 klukkustundir á viku en 9 klukkustundir á viku í auðastofu. Opið er mánudaga og fimmtudaga frá klukkan 10 til 15:30 og frá klukkan 10 til 13:00 á föstudögum í miðhúsum, en 3 daga í viku frá klukkan 13:00 til 16:00 í auðastofu. Þá er boðið upp á heitan mat í hádeginu í miðhúsum alla daga en ekki í auðastofu. Til að bæta úr þessu er lagt til að opnunartími verði samræmdur, þannig að báðar starfsstöðvar verða opnar 20 klukkustundir á viku. Lagt er til að auðastofa verði opin frá klukkan 10 til 15, mánudaga til fimmtudaga, en miðhús frá klukkan 10 til 15, þriðjudaga til föstudaga. Á opnunartíma er boðið upp á hádegismat á báðum stöðum, en til viðbótar er boðið upp á heimsendan mat þá daga sem félagsstarfi er lokað. Þannig myndu allir þáttendur í félagsstarfinu fá aðgang að hádegismat alla virka daga vikunar. Og eins og ég sagði áðan að þá er ég ekki efnislega ósammála því að auka við opnunartíman í auðastofu og bjóða þar upp á heitan mat. Það er bara sjálfsagður hlutur frá minni hendi. Við heyrum það að sveitarfélagið er í ágætlega rekstri búið og ég held að við ættum ef við ætlum að fara í að samræma eða spara, ef við ættum að gera það einhvers staðar annar staðar en á eldri borgurum. Það er nóg af öðrum liðum sem hægt er að taka til hendinni heldur en að fara að höggva í félagsstarf eldri borgara. Þannig að ég held og ég bara mér langar að biðla til meirihlutans og ég óska bara hér með eftir því að það verður borið upp í atkvæði að vísa þessu máli aftur til bæjarráðs og það verður haldinn samráðsfundir á báðum stöðum, bæði í miðhúsum og í auðastofu í millitíðinni, svo komið þetta blað aftur til umfjöllunar í bæjarráði. Þannig að við getum vandað okkur í stjórnsýslunni, unnið þetta í samráði við notendur þjónustunar og gert þetta í sátt og samlyndi. Við erum öll sammála það að vilja að gera vel fyrir eldri borgara. Mér heyrist það. Þannig að ég held að væri bara bragur á því og ég óska eftir að það verður borið upp í atkvæði að vísa þessu erindi til bæjarráðs til frekari úrvinnslu. Takk. Takk fyrir Anton. Það er sem óskætt að taka til máls. Jónin, ekki svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég bara velta fyrir mér aðeins varðandi inntak minnisblaðs og það sem búið að ræða hérna. Hverju á að vísa tilbaka er verið að tala snýst þetta bara þessa 5 tíma eða snýst þetta opnununa á mánudegi? Leikur svolítið forvitni á að vita hvað þetta snýst og ég vona annarkvort bæjarfulltrúar Anton eða Magnús Sigfús geti þá upplýst mig það ef þeir hafa setið fund þarna í miðhúsum. Ég er að velta fyrir mig hversu umfangsmikið er þetta að við þurfum að vísa þessu tilbaka til umræðu. Snýst þetta þess að auka mismun á þessu 5 tímum eða hvaða daga er opið eða snýst þetta líka námskeiðahald eða snýst þetta bara þetta tvennt eitthvað meira sem þarf að ræða sem kallar á svona fund sem er ekki bara hægt að halda núna í framhaldinu með notendum í miðhúsum. Bara smá spurning. Takk. Takk fyrir, Jónína. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel.
Forseti, góðir bæjarfulltrúar, gestir. Já, svona miðað við óánægju raddirnar sem að við hleruðum þegar að við vorum bennir að koma og hlusta á fólkið, þá snerist þetta aðalega samráð. Að fólk hefur svona fengið nú eitthvað að segja til opnunartíman og eitthvað það sem að væri verið að snýra í staðinn, eða svo þjónusta. Þannig skildi ég umræðina. En að það kæmi ekki bara fram einhvers konar tillögur sem að væri bara slegnar í borðið og þetta á bara að gerast. En svona miðað við skilningi minn á þeirri umræðu sem hérna fyrir fram hjá meirihlutanum, þá hefur engu farið fram úr sér. Af því það fara að vinna eftir þessu blaði. Þannig að annarkvort hefur starfsmaðurinn farið fram úr sér og þá ber okkur að leiðrétta það með einhverju móti, vegna þess að það farið á fulla ferð í að byrja á því að segja upp starfsmanninum að því að hann á ekki að vera mánudögum, hann á að vera í einhverju öðru og þar af leiðandi hlýtur einhver að hafa farið fram úr sér. Og ég ætla nú að vitna aftur í þá hérna stefnu sem við vorum að samþykkja áðan. Þar kemur bara skýrt fram í stefnunni. Það er að kynna fólki það sem við erum að fara að gera fyrir það í viðsemyndum. Þannig að notendur geti nú fengið að sjá hvað er að vera. Það er svolítið lykilatriði. Og það hefur alveg farið fram hjá okkur í þessum. Hverjum það er að kenna okkur eða meirihlutanum, eða það er allavega okkur í stjórnsýslunum að kenna. Og ég tek bara á mig þá skyldu sem að mér ber í þeim efnum og mér finnst alveg útilokað að þegar við erum að fara í einhverja vegferð, þegar ekki einhverja neyðaræða, að þá gefa okkur svona pínlítinn tíma til að klára málum. Takk fyrir, Magnús. Fleiri sem óskar taka til máls. Laufey, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mér finnst nú kannski mikilvægt að koma hérna fram að því að hér rétt áðan var minnst á sparnað og við ættum ekki að spara í þessum málum. Það stendur ekki til. Og það hefur hvergi komið fram að þessi neitt sparnaður farin í þessum tillögum. Þvert á móti, við erum að tala um að auka þjónustu. Í þessum minnisblaði, einhvers staðar verður umræðan að hefjast. Við verðum að opna í bæjarráði umræðu eitthvað ferli sem við ætlum að fara í. Oft kallað eftir minnisblöðum frá starfsfólki til þess að fá upplýsingar og tillögur. Það gott að fá umræðu upplýsingar frá starfsfólki hvernig málin standa og yfirleitt það tilgangur með minnisblöðum. Í þessu minnisblaði, umrædda minnisblaði sem lagt var fram í bæjarráði eru þessar umræddu tillögur sem Anton Kristinn var að lesa hérna upp áðan. En ég veit ekki hvort að þetta nógu skýrt hérna. Þessar tillögur voru lagðar fram. Þær voru ekki samþykktar svona. Þó að það komi fram ef það væri búið að ákveða það að vinna samkvæmt þessum tillögum sem þarna koma fram, það hefði það verið bókað í bæjarráði nokkurn veginn á þann veg. Tillögur sem framkoma í minnisblaðinu eru samþykktar. Það hefði það verið gert. En það var ekki gert. Þetta eru tillögur til umræðu og þær eru enn til umræðu. Þetta ekki tillögur sem eru slegnar í borðið eins og Magnús Sigfús minnist á hérna. Þetta eru tillögur sem eru núna í umræðinu, þá eftir að ákveða hvað verður gert. Það staðan núna. Við þurfum að samþykkja það hérna í bæjarráði eða bæjarstjórn að fara í einhverja vinnu þegar við ætlum að fara í einhverja vinnu, við ætlum að útfæra eitthvað frekar og við ætlum að
gera ykkur breytingar, þá þurfum við að ákveða það þar. Þannig að einhvers staðar verður umræðan að fá að hefjast. Og starfsfólki okkar verður að geta lagt fram efni fyrir okkur bæjarfulltrúa sem að upplýsir okkur og hjálpar okkur að vinna málefnalega. Og það er það sem við ætlum að gera núna og ég ítreka það. Þetta er mál sem að mun vera unnið í samráði við íbúa og eru ennþá í vinnslu. Takk fyrir Laufey. Fleiri sem óskar að taka til máls. Gjörðu svo vel. Sunneva, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla bara að koma upp undir þessu liði, bara svona aðeins að bara setja út mína skoðun. Ég er bara mjög sammála við samræmis með þessa þjónustu við íbúa, eldri borgara. Bara okkar dýrmætasta fólk sem á að skilið hjá bara sveitafélaginu okkar að það sé hugsa vel það og að aðstæðan og allt það sé bara í toppstandi. Ég hef ekki átt einhver samtöl við eldri borgara þessi mál. En í fundarhlíðan átti ég smá samtöl og mér svona, þú veist, þetta var mjög stutt samtal en mér heyrðist af fólki að það væri svona aðalega varðandi opnatíma á hvaða dögum væri opið og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að það verði bara útfært eins og Magnús var þá að svara fyrir eða Einar talaði áðan að það væri bara útfærsluatriði. En svo þegar kom einhver umræður að það sé byrja að vinna eftir þessu minnisblaði. Ég get ekki staðfest að það sé byrja að vinna eftir þessu minnisblaði en ég bara spyr hvort það sé einhver sem getur svarað því. Er byrja að vinna eftir minnisblaðinu eða eins og stendur í bókunni í bæjarráði, þú veist, að vísa til frekari úrvinnslu. Er byrja að vinna þetta eitthvað öðruvísi eða er bara byrja að vinna samkvæmt þessu? Getur einhver svarað því? Ekki bara einhver orðum bæ. Getur einhver staðfest það? Takk. Takk fyrir, Sunneva. Í það minnst okkur ekki kunnugt þessu farið að vinna eftir í en við erum að sjálfsögðu ekki yfirmenn starfsmanna þannig að spurning hvort að bæjarstjóri vilji svara fyrir þann hluta eða geti svara fyrir það. Bæjarstjóri. Já, forseti, bæjarfulltrúar, ég svo sem ekki alveg í smáatriðum með þá hreinu en allavega varðandi opnatíma í starfsstöðunum þá hefur það verið til umræðu og mér vitandi þá er það bara ekki búið að negla það niður en vegna umræðu, ég kíkti nú í heimsókn í miðhúsum daginn og þá kom þetta upp með opnadagana og ég sagði þar að mér finnst það nú ekki stóra máli, að breyta þessum hugmyndum yfir í það að verið opið á mánudögum staðar í föstudögum. Og ég hef heyrt í tómstundafundunum með þetta og ég bara þóra fullera það að það er ekki vandamálið ef að það er vilji til þess. Þannig að það kemur mér óvart ef að það var eitthvað vandamáli kringu það. En öðru leyti, svo sem hef ég ekki allar upplýsingar tiltakar í því. Takk fyrir Magnús. Nei, bara líka til að ítreka það sem að samtal mitt sem ég átt við tómstundafundara er akkurat að þennan hátt sem að Magnús sagði og það er haft þetta sjálfur við, það er ekkert vandamál að hafa opið á mánudögum frekar en föstudögum. Þannig að það sé allavega sagt og fólk getur gengið að því. En samræming á opnunartíma er á þann hátt að jú, það eru færri tímar opið í miðhúsum vegna bara að við erum að bæta við þjónustunni í heild sinni og að sjálfsögðu er það nú vonandi það sem við sjáum í framtíðinni að eldri borgarar sæki nú starfsemi á báðum stöðum eftir bestu getu. Sjálfsögðu er ekki allir sem eiga þess kost en við viljum auka þjónustu fyrir eldri borgara eins og hér eru komið fram og opnunartími eða útfærslur á því á að vera bara í samræmi við þjónustu þegana. Það er það sem við viljum. Fleiri sem að kveða sér ljós, Jónína gerði svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, ég er að velta fyrir mér, fyrst þetta snýst opnunartímann eins og komið hérna fram. Þó að það sé lagt til hér núna að samræma opnunartíma og ekkert nánar útfærslu á því, að þá eru þetta ekkert í því til fyrirstöðu þegar líður á og sjáum að þessi samræming gengur vel og opnunartíminn verður mánudag til fimmtudag í miðhúsum, þriðjudag, föstudag hér eða mánudag, fimmtudag á báðum stöðum. Finnst það svo ekki eitthvað sem við ættum að vera að karpa hér sem bæjarfulltrúar. Þannig að það þýðir ekki að ef að verður svo mikil ásókn í félagsstarfið að við getum ekki breytt skoðun hér borðið eða veitt auka fjármagn í auka opnunum einhverja nokkra klukkutíma verði það ofan á. Auðvitað viljum við öll vera í góðum samskiptum við notendur okkar þjónustu og ég held að það sé bara hægt að skoða það þegar fram í sækir. Að því mér heyrist það núna að snúist þetta, varandi það að sé byrja að vinna eitthvað eftir þessu, það er sem ég á bæjarstjóra að það er ekkert búið að breyta neinni opnun, það verður þó að upplýsa okkur það ef að það er byrjað. Og varandi einhverja uppsögn á einhverjum starfsmönnum sem ég bara, ég bara eiginlega skilaði ekki að við séum að ræða það hér í pontu, að sé ég ætla að mér heyrðist það hérna áðan að það verið að tala að sé verið að byrja að vinna eftir einhverju uppsögn eða eitthvað, ég átta mig ekki alveg á því og það finnst mér ekki verið að eiga bara hreinlega verið til umræða hér einhverjum starfsmálum, það er ekkert víst að það tengist þessu, getur tengist einhverju öðru, ég veit ekkert það. Þannig að ég bara velti fyrir mér þegar að vera að tala að sé byrja að vinna eftir einhverju fyrirkomulagi sem stendur í minnisblaðinu, er það af því að það er búið að breyta opnunartímanum eða er það út af einhverju öðru? Ég velti því bara fyrir mér, ég veit það ekki. Takk Jónína. Nú eru fleiri sem óskar taka til ljós. Aðnendur, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, mér finnst það vera sérlega einkennileg umræða þessi málefni aldraðra. Ég verð að segja það fyrir mína parta að það fyrir orð af þessu bæjarfélagi fyrir vinsemd við eldri borgara, fyrir allt það sem gert fyrir eldri borgara. Ég veit það til að mynda að mín kona tollir alla heima vegna þess að hún svo upptekin við að sinna alls konar störfum sem í boði fyrir eldri borgara og það vel. Það dans og leikfimi og lyftingar og sund og ég veit ekki hvað má til telja. En mér löngu komið fram að það búið að samþykkja það að það verið tekið tillit til aukins opnunartíma í miðhúsum umfram það sem áður hefur komið fram í þessu svokallaða vinnuplaggi og ég held að verði varla haldið áfram með þetta mál. En ég ætlaði nú ekki að svara honum Magnús Sigfúsi en ég eiginlega kemst ekki hjá því fyrst ég komin hingað. Ég hitti þennan ágæta bæjarfulltrúa á förnum vegi í hugulegu boði hjá Lægjónsmönnum daginn. Heilsaði honum eins og gömlum samstarfsbróður og kunningja og sagði honum að ég hafi heyrt utan af mér að einhverju fulltrúa minnihlutans væri á fundum þarna upp í miðhúsum sem mér finnst því besta mál. En spurði hvort að þeir væru að boða til þessara funda eða hvort að þeir væru bara að boða þessara fundi og hvers vegna þá ekki við úr meirihlutanum. Hann einhvern veginn yppti nú öxlum og kom sér undan svörum en síðan kemur ég hérna í pontu og kvartar undan því að ég hafi verið að dylgja ýmis mál við hann á förnum vegi. Þetta bara ekki rétt Magnús Sigfús, fjarri því og ekki góður að drengja háttur að bera tveggja manna tal og dorg. En að öðru leyti að þá held ég bæði að fyrri meirihlutar og bæjarstjórnir þessa sveitarfélags hafi lagt sig í framkróka að gera gamla fólkinu eða eldri borgurum, ef við getum notað það orð, hátt undir höfði í hvívetna. Og ég fæ ekki betur séð en að því sé haldið til haga og haldið áfram.
og að vera nú á meiri hlutanum því nasir að það sé verið að spara á gamla fólkinu og þeim málaflokki, þetta er óþokaháttur. Þetta er ekki mönnum sæmandi að bjóða upp á þetta. Af því að það er ekki verið að spara. Það er verið að reyna að auka, það er verið að reyna að jafna. Og við erum í meiri hlutanum tilbúni til skrafs og ráðagerðar hvenær sem er. Og eins og fram hefur komið að þá eru þessi plögg og þessi málaflokkur enn í vinnslu. Það er ekkert búið að loka honum. Takk. Takk fyrir önundur. Það eru fleiri sem óskar til að taka til máls, Sigur Sveinn og svo Magnús Sigfús. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, góðu gestir. Þetta er góð umræða sem hefur átt sér stað hérna hjá okkur í kvöld og ég vil segja það að eftir því sem ég best veit að þá er öflugt starf rekið af sveitarfélaginu, félagsstarfi eldri borgara og eins og kemur fram í umræðu máli að þá viljum við í meirihlutanum gera betur þannig að það verði hérna sem mest sátt þetta í samfélaginu okkar í báðum byggðakjörnum. Við erum hérna með fínustu tillögur, fínustu umræður og fyrir þau sem það ekki vita þá er ég formaður bæjarráðs og ég held að sé alveg sjálfsagt að við vísum þessu aftur í bæjarráð bara til þess að ræða máli betur. Við viljum alls ekki hérna fara gegn vilja notendana, það er ekki markmiðið með þessu. Þannig að ég tek undir tillöguna hjá Antoni. Takk fyrir Sigur Sveinn, Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, gestir. Já. Ég verð nú að segja það að ég hlýt að gleðjast yfir því hvernig umræðan er allavega í hvaða farveg hún er að fara. Hún er þó allavega að fara í þann farveg að við erum tilbúinir til að fara í samtal við notendurnar á þessu og ég ætla enn og aftur að koma að því, það hefur einhver farið fram úr sér í málunum. Hvernig sem á það er litið. Þegar umræður hlutina eru búin að eiga sér stað í félagsmiðstofunum, þá liggur það alveg fyrir að það hefur einhver farið fram úr sér. Menn geta borið það af sér hvernig sem þið vilja eða ekki og þegar það fara að segja fólki upp eiginlega beint út af þessu, þá er eitthvað í gangi. Þannig að menn vil ekki ræða hér starfsmannamál. Starfsmannamál fylgja þessu minnisblaði. Það stendur hérna í minnisblaðinu að það þurfa að færa til stöðugildi og annað. Það liggur alveg fyrir. Þannig að við getum ekki alveg kasta því út í lofti. En staðreyndin er bara svo, það hefur þá einhver farið fram úr sér. Ég gleðst alveg innilega við því að við getum vísað þessu ansvarir að benda á aftur í bæjarráð og reynt að vinna þetta svona með fólkinu okkar. Ég held að það væri bara mjög gott. Takk fyrir Magnús. Fleiri sem óskar til að taka til máls. Jónína, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, ég algjörlega sammála því, við tökum þetta bara aftur inn í bæjarráð og ég sit ekki þar og treysti þeim sem sita þar að gera það og kannski vill bara líka þá biðla til í leiðinni að við sem bæjarfulltrúar vinnum þetta þá í sameiningu og í bæjarráðinu og ef að þarf að ræða einhver mál milli funda að þá hljótu við líka geta gert það ekki á einhverjum sérfundum og koma síðan hingað til að karpa með eitthvað sem við náum ekkert saman á bæjarstjórnarfundi. Það þarf auðvitað þá frekar umræðu. Ef að þessar upplýsingar kannski lágu fyrir að einhverju leyti
frá því að þessi fundur sem að, 2 bæjarfulltrúar áttu með notendur þjónustunnar, að þá hefði mögulega verið að ræða það einhvers staðar þarna á milli. Ég bara svona velti fyrir mér svona hvernig við vinnum hlutina. Við getum líka alveg tala saman utan formulega dagskrár. En ég bara bind vonum við það að bæjarráð ná að leysa þetta og vinna þetta mál og það væri fundin farsæl niðurstaða á þetta. Og ég tek undir það er verið að gera vel við eldri borgar í sveitarfélaginu og við erum að vera stolt, allir íbúar og eldri borgar af því hvað gert hérna og geta tala saman og uppbyggilegan máta það hvernig við getum bætt þjónustuna eða gert hana betri. Ef að sveitarfélagi vill fara ykkur breytingar, hvernig getum við unnið með það í sameiningu. Þannig að ég held að þetta snúst bara hreinlega samtalið að sjálfsögðu, eins og hefur komið hérna fram. Ég held að það sé því ekki til fyrirstöðu að við tökum punktinn aftur þó að sé ekkert eitthvað stórkostlegt að fara að breytast. Kannski spurning einhverja tilfærslu á einhverjum tímum. Þannig að ég heldur séum ekkert í það miklu vandastödd. Takk fyrir. Takk fyrir Jónína. Fleiri sem óskar að taka til máls? Svo ekki. Það lagt til að málinu verði vísað til bæjarráðs til frekari vinnslu fyrir þá sem það samþykki ekki ummerki. Það samþykkt samhljóða. Þá kom fyrirgefið Anton. Gjörðu svo vel Anton. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp til að gera grein fyrir atkvæði mínu. Ég virkilega ánægður að þetta mál skuli vera sett í þann farveg að það skuli vera vísað inn í bæjarráð og það sé tekið undir tillögur mínar. Og mér langar sérstaklega að þakka formanni bæjarráðs fyrir að taka svona vel í það að vilja ræða þetta efnislega á breiðum grunni og ég held að þetta mál eigi eftir að skila þessi betri niðurstöðu með samtalinu að við vinnum þetta á faglegan hátt. Á breiðum grunni eins og Jónína nefnir og eins og ég segi verkefnið skýrt það að efla félagsstarf eldri borgara í Suðurnesjabæ. Takk. Takk Anton. Nú þá komið að 15. máli á dagskrá fundarins. Stuðningsþjónusta en á 62. fundi fjölskyldu- og velferðarráðs að samþykkta reglum félagslegt leiguhúsnæði hjá Suðurnesjabæ verði vísað til bæjarstjórnar til samþykktar og orðuðu laust. Ef ég misti ekki af neinu sem gaf merkið þá lagt til að reglunar verði staðfestar fyrir þá sem varstu búin að biðja orðum áttum fyrir þá sem að það samþykki gefa merki það samþykkt samhljóða. Þá komið að fundargerðum til kynningar og 7. mál á dagskrá fundarins fundargerð bæjarráðs nr. 178 á 12. nóvember og ég gef orðið laust fundargerðina. Sunniva, gerðu svo vel. Forseti bæjarstjóri bæjarfulltrúar. Mér langaði að koma inn undir liðið 6.9. Mér langaði bara að taka undir bókun bæjarráðs ánægjum niðurstöðu í könnunni varðandi sveitafélag ársins. Bara til hamingju við, það verður flottu vinnustæðar. Við erum bara að gera mjög góða hluti og við erum bara að halda því áfram. Takk. Takk, Sunniva. Ég held að bæjarstjórn öll geti ekki heilshugar undir það að við eigum með gott fólk í vinnu og greinilegt að niðurstöðurnar eru jákvæðar fyrir sveitafélagið og okkur. Ekki fleiri. Já, Sigursveit, gerðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil langar að koma upp í máli 6.2, lífsgæðakjarni.
Mér langaði bara að vekja athygli á því að bæjarráð vísaði þessu minnisblaði frá sviðsstjóra framkvæmda- og skipulagssviðs áfram til frekar úrvinnslu, þannig að málið er lifandi en hérna eins og glöggir að tekið eftir í fjárhagsáætlun okkar og þá erum við þar að tala að nýta vörðuna undir lífsgæða kjarna. Það til deiliskipulag fyrir svæði sem að þurfti lítilsháttar breytingar eins og kemur fram í minnisblaðinu. Landið í eigu Suðurnesjabæjar, staðsetning mjög góð, heilsugæslan í vörðunni, þannig að ég hvet okkur öll til þess að fylgja þessu eftir og eins að skoða þá mögulega einhverja kosti, mögulega þarna eða annar staðar varðandi hjúkrunarheimili, en allavega brýni bæjarráðs fulltrúa til þess að við fylgjum þessu vel eftir. Takk. Takk fyrir Sigursveinn. Ekki fleiri óskar til að taka til máls, þá er fundargerðin lögð fram. Komið að 7. máli á dagskrá fundarins, sem er fundargerð bæjarráðs, nr. 179 frá 27. nóvember síðastliðinn. Orðið er laust fundargerðina. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir 7.9, það er hérna björgunarsveitin Sigurvon. Þetta var til umræði á 179. fundi bæjarráðs. Þarna barst erindi frá björgunarsveitinni Sigurvon varðandi viðhald á eigninni á Austurgarði 6. Og eins og svona flestir bæjarfulltrúar, ef ekki allir vita, þá á sveitafélagið hlut í þessari fasteign. Og afgreiðslan í bæjarráði var þannig, með leyfi forseta, samþykkt samhljóða að fela bæjarstjóra ásamt sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs að fara yfir erindið með fulltrúum björgunarsveitina Sigurvonar. Til að útskýra málið þá húsnæðið liggur það undir skemmdum, þak og klæðning eru úr sig gengin og þetta stendur náttúrulega við sjávarsíðuna, þetta er allt orðið haugryðga og heldur hvorki vatn í vind, sérstaklega þakið. Út af því að ég bara velta fyrir mig út af því að við vorum að samþykkja núna fjárhagsáætlun áðan, er þetta hérna samtal með fulltrúum björgunarsveitar Sigurvonar búið að eiga sér stað og fór einhver hérna, ég sá það ekki svona fljótu bragði í fjárfestingunum, fór eitthvað, eða í viðhaldsáætlunni, fór eitthvað að pening fyrir árið 2026 inn í þessa þætti að koma að viðhaldið á húsinu þar sem að sveitafélagið á þar eignarhlut. Ég langar að beina þessari spurningu til forseta. Takk. Takk fyrir Anton. Fyrst til að svara að kannski bæjarstjóri svara því hvort að fundir eru búin að vera, en það er endanleg viðhaldsáætlun, hefur ekki verið lögð fram og þannig að ég fór ekki að svara hvort þetta er inn í viðhaldsáætlun, en þetta er ekki í fjárfestingaráætluninni, enda er þetta viðhaldsverkefni og mér er bara ekki kunnugt það og ég verð nú að segja að ég efa það, því að það þarf að meta náttúrulega fyrst hvað þarf að fara í, en ég veit ekki hvort að bæjarstjóri hefur nánari upplýsingar. Forseti, bæjarfulltrúar, við höfum aðeins farið yfir þetta, ég og sviðsstjóri, en bara ekki unnust tími til að funda með björgunarsveitinni. Ég gerir ráð fyrir að það verði bara fljótlega, sko. Það því miður ekki búið. Fyrir Magnús, ég vona að þetta svari fyrir spurninni. Það eru fleiri sem óskar taka til máls. Magnús Sifkus, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Það er hérna 7.5. Gervigrasvöllur, hönnun og framkvæmdir. Ég hérna óskaði eftir því á síðasta fundi að fá kostnaðartölur í kringu þetta, hvað þetta væri búið að kosta þetta ævintýri okkar. Og ég fékk svar frá hérna bæjarstjóra.
1. desember og ég verði eiginlega að segja það að vera að svara bæjarfulltrúa með þessum hætti finnst mér ansi tómlegt. Ég ætla bara ekki að segja neitt annað. Ég hefði viljað fá sunduliðað partana hvað þetta var. Hér kemur þetta voða snubbótt. Á árinu 25 hefur verið bókfærður kostnaður, tekst tala. Samtals hefur verið bókfærður kostnaður þetta á árinu. Sko, ég spurði fleiri þætti, þeir voru ekki allir bókaðir inn á síðasta fundi, en ég spurði hvað starfsmennirnir hefðu verið búið að fara í þetta og annað, og ferlið í kringum kosningarnar og sameiningu íþróttafélagana. Ég spurði þessu kostnaðarliðar og þess vegna finnst mér þetta svolítið svona þunnu 13. Þannig að ég óska bara eftir því að þetta verður svona allavega sundu greint í hvað fólkið í þessum tölum. Bæjarstjóri hefur beðið orðið. Já, forseti bæjarfulltrúa, það er alveg sjálfsagt, ég hef þá bara eitthvað misskilið fyrirspurnina því að ég skildi þessu svo að væri óskað eftir upplýsingum áfallin kostnað vegna verkefnisins, en ég skal bara ræða við nafnum og útvánu þær upplýsingar sem maður fá, bara sjálfsagt. Ég byrst velveringar ef ég hef ekki staðið mig vel í þessu. Takk fyrir það, Magnús. Kannski bara þessu tengt að það væri kannski ágætt að við myndum þá kannski vera með svona fyrirspurning kannski bara bókaðar eða þá allavega að senda á bæjarstjóri til að fá nákvæmari svör. Við hefðum getað gert það þannig. En bara ef ekki nægilega góð svör koma það verið þá haft samband aftur til að fá góð svör. Þannig að það sé það sem óskað er eftir nákvæmlega. Þannig að það hefði verið hægt að vera búin með það fyrir fundin en ekki óskað eftir því hér. En ábendingunni koma framfæri og ég heyri að bæjarstjóri tekur vel í það að finna það betur. Fleiri sem óskað taka til máls undir 7. máli. Svo er ekki og er fundargerðin lögð fram. Og þá tökum við fyrir 8. mál. Fundargerð bæjarráðs nr. 180 frá 3.12. síðastliðinn og orðið er laust fundargerðina. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir 8.4. Gervigrasvöllur, hönnun og framkvæmdir. Já, eins og ég sagði í upphafi fundamins áðan, fundarins áðan við afgreiðslu fjárhagsáætlunar, þá kemur að verulega á óvart að meirihlutinn sé að slá þessi áform aftur við. Það verður ekki farið í þessa hönnun eða farið í verkefni Gervigrasvöllur á þessu kjörtímabili, út af því að þetta er búið að vera til dagskrá á fundum bæjarráðs, bæði 179 og svo 180 sem ræðir. Þannig að það er svolítið sérstakt út af því að ég verð bara að viðurkenna það. En mér langaði aðeins að fara svona efnislega í umræðuna varðandi þetta mál. Og þegar fundaboðið berst varðandi þennan fund sem var í bæjarráði, að þá lá fyrir eitt minnisblað og svona yfirlega í stjórnsýslunni og í stjórnsýsluvenjum svona að þá er yfirleitt einhver sem að tekur ábyrgð á þeim gögnum sem sett eru fram. En það var ekki í þessu tilfelli. Þetta minnisblað var fyrst sinn algjörlega nafnlaust og þarna voru slengnar fram tölur og forsendur
varandi samanburð á milli valkosta, varandi staðsetningu á Gerðagarðsvelli og mér sem kjörnum fulltrúa, ég hugsaði sko, mér alveg fyrir mun að geta tekið mark á svona plaggi þar sem enginn setur nafn sitt við. Í mínum huga þetta þá bara skeinipappír sko, það ekkert hægt að taka mark á plöggum sem eru ekki undirrituð eða einhver sem setur nafn sitt við það, en síðan sá ég það þegar morguninn að það var allt í einu komið nafn starfsmanns hjá sveitarfélaginu undir, þannig að það svona setti ákveðin stimpil á þetta að þetta minnisblað frá starfsmanni sveitarfélagsins. Það var komið þarna inn síðar, það var ekki fyrst. En svo allt í einu þegar ég mæti á þennan umrædda bæjarráðsfund, að þá allt í einu, þegar ég opna tölvuna, þá allt í einu komnar inn hönnunargögn á malavellinum í Garði. Svona drög að hönnun og svona með teikningum og unnar af Vaffi Sóa með minnir. Og ég sá það að þetta dagsett í september 2025 og þess vegna svolítið sérstakt að þessi gögn sé að berast bara kortir í bæjarráðsfund. Það engin leið fyrir mig sem kjörinn fulltrúa að geta lesið þessi gögn í tíma sko, með að vera að fá þetta bara korter fyrir fund. Þannig að ég geri athugasemd við það. En á þessum bæjarráðsfundi þá spurði ég formann bæjarráðs spurninga og ég spurði tvennar spurninga og ég spurði hann að því hvenær var það ákveðið að fara í hönnun á malavellinum í Garði og hver það sem biður það að þetta sé sett í þetta ferli. Út af því að ég minnist þess ekki með nokkrum hætti að þetta hafi einhvern tíma verið tekið fyrir sem afgreiðsla inn í bæjarráði eða inn í umhverfis- og framkvæmda- og skipulagssvæði. Ég finn allavega ekki þá afgreiðslu. Þannig að víst að formaður bæjarráðs gat ekki svara með þessari spurningum, þá langar mér að beina spurningunni til forseta bæjarstjórnar. Hvenær var ákveðið að fara í hönnun á malavellinum í Garði og hver var það sem ákvaða að setja þetta í þetta hönnunarferli? Svo einfalt eru þær tvær spurningar. Takk. Takk fyrir Anton. Nú, fyrst til að svara varandi þessi gögn að þá sá ég þau bara sama dag og Anton og aldrei séð það áður þegar voru lagði fram á fundi bæjarráðs. Þessi gögn sem að vísa þér til. Aftur á móti minnisblaðið sem að vísa var til, það sá ég. Nú, það var ekki að rekja söguna það Gerðagarðsvöll. Við erum búin að skoða ýmsa kosti og þegar við vorum að vinna og fengum tillögur til okkar í meirihlutanum varandi Reynisvöllin, þá komum 2 tillögur og við vorum var brugðið við kostnað og ræddum ýmsar útfærslur. Á fundi meirihlutans þá var deildarstjóri umhverfissviðs gestur okkar og við ræddum hvort að aðrir möguleika væri í stöðunni og meðal annars að fara með Reynisvöllin hálft í hálft eins og við köllum það og ég veit meira sé að sú hugmynd var rædd óformlega á fundi bæjarráðs þó að ekkert hafi verið bókað og okkur þótti bara eðlilegt að fá alla kosti á borðið og það var umræðin í meirihlutanum en með það fer starfsmaðurinn og setur verkefnið í gang og svo hættum við á ferlinu og förum að skoða miðjuna.
vegna þess að það var hlutir sem að okkur virtist að hægt var að ná mikilli sáttum. Og þegar það skoðað, eins og menn þekkja, að þá kemur niðurstaða sem því miður gerði það verkum að ekki var hægt að fara í þann völl eða völlin á þann stað. Og þá, af því að ég ræddi bara við deildarstjóra umhverfisins tímalínuna, þetta kom mér jafn mikið á óvart og bæjarfulltrúinn Anton, dagsetningin á þessu. En þá sagði hann með það að hann setti þetta í gang eftir samtal, það væri verið að skoða ýmsa kosti og hann sagði þessi svokallaða hönnun sem hér er vísað til að menn voru bara fljótar að gera hana og hann hafði fengið hana til sín en fór ekkert lengra með það vegna þess að hann var að bíða eftir hinum hlutanum sem var völlurinn Reynisvöllurinn hálft í hálft. Þegar svo aftur á móti við föllum frá þeim hugmyndum að fara í miðjuna, þá setur hann það ferli í gang og fær gögnin. Hann sagði að þeir voru ekki búnir að klára þá vinnu þegar hann stoppar að vegna þess að það var aðeins flóknara að skoða það en malavöllin. Þegar það þurfti að fara í hálft því að þá þurfa menn að reikna líka varandi stoðveggi og annað, hvernig það breytist. En þetta er nú ferillin í því og hann hafði heimild til að vinna verkefnið en það var verkefnið á fjárhagsáætlun og þetta er þá niðurstaðan að við fáum þarna þessar tillögur og ég verð að segja eins og ég sagði áðan, þetta var mjög skrítið að sjá þetta með dagsetningunni í september því ekki vissi ég að því að þetta væri til en þarna erum við komið með alla þessa kosti, alla kostnaðarliði og svo er það eins og bæjarfulltrúi Anton er að benda á, var það endanlega niðurstaða meirihluta að þar sem að meirihluti fer ekki þessa leið að klára verkefnið, þá sé rétt að gera það á árunum 2027 og 2028. Ég vona að þetta skýri ferilinn og hvaðan þessar hugmyndir koma, að þetta er þá eftir spjall í meirihlutanum sem að farið er að stað með að fá kostnaðarmat á þessu. Eru fleiri sem óskar taka til máls? Svo er ekki og er þá fundargerðin lögð fram. Komið að 9. máli sem er fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs og orðið er laust fundargerðina. Sunneva, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég ætla að reyna að vera jákvæð og mér langar svo að hvetja íbúa til þess að taka þátt í að tilkynna sjálfboðali ársins. Þetta eru svona hlutverk sem eru á undanhaldi í samfélaginu og þetta fólk á alltaf mesta hrósið skilið tengt íþróttunum og því tómstundastarfi sem er í boði í sveitarfélaginu. Þannig að bara viðla til íbúa að taka þátt. Takk Sunneva og jákvæðinni er bara mjög gott, okkur veitir ekkert meira af henni og tek undir bara orð þín að hvetja fólk til þess að benda á sjálfboðaliðana sem eins og Sunneva segir, því miður er fækkandi, einhvern veginn erum við öll svo upptekin við eitthvað allt annað. En orðið er laust undir 9. máli og enginn hversu lög svo er fundargerð lögð fram, enginn annar hversu útbyrgið. Og komið að 10. máli sem er fundargerð fjölskyldu- og velferðarráðs, fundur nr. 62 frá 7. nóvember og orðið laust fundargerðina. Enginn hversu ljós og fundargerðin lögð fram. Komið að 11. máli, fundargerð Hafnaráðs frá 31. fundur frá 11. nóvember síðastliðnum og ég gef orðið laust fundargerðina. Ég vil maður fá að segja bara hér í pontu, ég fagna því að við erum að fá þarna
tjónabætur og þakka fyrir að hafnaráð og hafnarstjóri hafi fylgt því eftir að fá þetta. Það í það minnsta jákvætt að þetta komi. Þá komið að 12. máli á dagskrá fundarins, fundargerð framkvæmd og skipulagsráðs frá 69. fundi frá 19. nóvember. Orðið laust fundargerðina. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir 12.6. Reykjanesbraut, breyting á aðalskipulagi Reykjanesbæjar. Mér langaði bara hérna að segja að ég satt nú þennan fund sem varamaður og það sköpuðust bara góðar umræður þetta og menn lýstu svona yfir misjöfnum skoðunum, en þetta snýr semst að hönnun að breikkun á þessum 5 km kafla á Reykjanesbraut, en svo sá maður á dögunum að innviðaráðherra hæstvirta ríkisstjórnar, hann mælti fyrir samgönguáætlun á dögunum sem ekki búið að samþykkja í þinginu, og ég efast að hún fái þinglega meðferð fyrir áramót, en þarna allavega vilji ríkisstjórnarinnar og ráðherrans sett fram. Og ég verð bara að segja það að það eru mér gríðarlega mikil vonbrigði að þessi 5 km kafli sé ekki settur á dagskrá í samgönguáætlun fyrir en 2031 til 2035. Þetta við Suðurnesjamenn bundum mikla vonir við það að tvöföldun á Reykjanesbraut yrði kláruð í framhaldi að því sem hefur eigað sér stað núna við Straumsvík, og þetta bara gríðarlega mikið öryggismál fyrir íbúa á svæðinu og með alþjóðaflugvöllinn, og við verðum líka bara vör við það myndast þarna algjörir umferðartappar, og þetta vaxandi samfélag, Suðurnesin, þannig að þetta eru gríðarleg vonbrigði. Ég verð bara að segja það að við sjáum bara hversu langt þetta komið. Sveitarfélögin að breyta hjá sér aðalskipulagi, þetta komið í gott hönnunarferli. Vegagerðin hefur verið að vinna þetta með sveitarfélögunum í góðri sátt en við þurfum að bíða víst 5, 6, 7, 8 ári viðbót þangað til að þessi kafli verður trúlega að veruleika. Þannig að ég vildi bara koma hérna upp og eiga efnislega umræðu þetta. Þetta eru gríðarleg vonbrigði fyrir okkar sveitarfélag. Takk. Takk Aron. Magnús Stefánsson, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég vil bara þakka Antoni bæjarfulltrúar fyrir að hreyfa þessu máli. Akkurat í tilefni af því að nýbúið að kynna tillögum samgönguáætlun sem reyndar, ég held að það sé ekki búið að mæla fyrir í þinginu, en það mun síðan fara til nefndar eins og gengur, og við komum til nefndum síðan kalla eftir umsögnum, og þetta er mjög mikilvægt að sveitarfélögin veiti kjarnyrtar umsagnir þetta. Þetta er náttúrulega alveg stór mál. Ég held líka að það er annað mál sem við þurfum líka að fjalla þegar það að kemur. Það eru sjóvarnir. Það er alveg með ólíkindum að það er ekki gert ráð fyrir neinum verkefnum í Suðurnesjabæ næstu 2 ár. Við sendum mjög ítarlega gögn og tillögur og óskir til Vegagerðarinnar í sumar, eða í vor, hvernig það var. Það sem við listuðum ég held að mér minnir að það hafi verið 13 verkefni, skilgreind verkefni, og allt þetta meira að minna í forgangsflokki sem A-flokkur, að við skulum síðan sjá það að eftir alla umræðin sem búin að vera varðandi ágang sjávar í Suðurnesjabæ, og sem við þekkjum, það er ekki farið við það, að þetta er svona næstu því að maður geti sagt að þessi verið að senda okkur fingur, en ég vildi ekki hafa sagt þetta, en því miður þá er það bara upplifun, þannig að við þurfum að koma frá okkur kjarnyrtum umsögnum og fara á fund nefndar til að fara yfir þetta og brýna okkur þingmenn. Þannig að þetta eru, svo ég nefni bara þessi 2 mál, sjóvarnirnar og Reykjanesbrautina.
Þannig að ég skora bara á okkur öll að vera svolítið vakandi í því þegar það kemur. Takk Magnús. Jú, og við höfum bara að nefna það, því að við ræddum það líka að hvort að við ættum að taka þetta upp á þessu fundi, en af því að þetta var ekki búið að mæla fyrir því, þá ákváðum við að bíða og einmitt að geta þá fylgt í eftir þegar það kemur. Ég bara tek undir með Magnús og Antoni að þetta er bara hundfúlt að segja það þannig. En reynum við að vera jákvæð eins og ykkur sagði hérna áðan, að þá eru framkvæmdirnar allavega á sjóndeildar hingnum, en í miður þá er þetta fært aftar. Fleiri sem okkar taka til máls, svo er ekki að fundargerð lögð fram. Komið að 13. máli á dagskrá fundarins, fundargerð fræðsluráðs frá 5. desember. Orðum laust fundargerðina, Sunniva gerði svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Það er annað ánægjulegt viðbót, það er úthlutun í uppbyggingarsjóði. Annað ári í röð fáum við styrk og hátíðin verður haldið núna 13. til 19. apríl, Skélin barnamenningarhátíð. Og það er verið óskað eftir hugmyndum frá íbúum, fullt af frambarlegu fólki sem hefur örugglega margt upp að bjóða og hvet fólk til að taka þátt. Og líka íbúa, bara að fjölmenna og já, taka virkan þátt þessa dag. Takk. Takk fyrir Sunniva. Jónína gerði svo vel. Forseti, fundarmenn. Ég var ekki undan Sunnivu, þetta réttu bönd. Þeir koma upp í pontu líka til að lýsa bara ánægju með að við fáum aftur styrk upp á 2 milljónir fyrir þetta frábæra verkefni sem fór nú hratt af stað fyrst þegar við sóttum og var undirbúið á mjög stuttum tíma. En nú er undirbúningstíminn búinn að vera meiri, þannig að það er alltaf verið að bæta aðeins í þetta og fleiri taka þátt og þetta er meðal annars valnámskeið. Og það er allavega 2 nemendur úr Sandgerðisskóla sem eru í þessum hópi sem hluta af sínu námi sem er ótrúlega jákvætt og vonum við það bara líka talandi að þróa nýja sjálfboðaliða og gerist það nú kannski líka mitt gegnum svona verkefni. Þannig að það er mjög jákvætt og bara ótrúlega mikill kraftur líka bara í á fræðslusviðinu hjá okkur. Mörg verkefni og við sjáum núna heillaspora samstarfssamning sem er frábært verkefni sem við getum vonandi nýtt okkur í skólunum. Þannig að það er mikill kraftur á sviðinu og fullt af verkefnum í gangi. Það er gott skólastarf hjá okkur í sveitarfélaginu og bara allir svo mikið samstíga og fræðsluraða samstíga og stjórnendur og að vilja gera þetta allt saman alveg frábærlega. Þannig að mér finnst allt í lagi að rósa líka bara fyrir það. Hvað við eigum gott í samfélaginu. Á hvað að nýta tækifæri undir þessum lið. Takk. Takk Jónína. Aldrei og oft rósað, það er rétt. Það er góða fólki sem við eigum. Ekki fleiri áskriðar dagta mál sem til 13. máli. Það er komið að 14. máli á dagskrá fundarins sem er fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga, 2 fundargerðir stjórnar frá 31. október og 14. nóvember. Orðum laust með fundargerðirnar. Engin hvað sér ljós er það lagað fram. 15. mál. Fundargerð svæðaskipulag Suðurnesja frá 13. nóvember. Ekki orðið laust fundargerðina. Engin hvað sér ljós og fundargerð er lagað fram. 16. mál. Fundargerð Brunavarna Suðurnesja frá 20. nóvember. Orðið laust fundargerðina. Engin hvað sér ljós og fundargerð er lagað fram. 17. mál, fundargerð Kölku, 574. fundur frá 29. október, orðið laust fundargerðina. Engin hvað sér ljós og fundargerð er lagð fram. Og að lokum 18. mál á dagskrá fundarins,
fundagerð almannavarnanefndar Suðurnesja utan Grindavíkur, fundagerð 77. fundar 3. desember og bæjarstjóri hefur beðið um orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla bara aðeins að fara yfir það að það er búið að vera heilmikil umræða á vettvangi almannavarnanefndar starfsmanna, eða sem sagt ríkið samþykkt á síðasta ári að fjármagna starfsmann almannavarnafulltrúa sem hefur verið að vinna bara raun og vera á vettvangi lögreglustjóra og almannavarna sjálfsögðu, bæði fyrir okkar svæði og Grindavík líka. Og við höfum verið að sækja eftir því að fá framlengingu á þessu. Þetta gilti sem sagt til áramóta næstu. Það er búið að vera mikil þrýstingar á það að fá það í gegn. Núna liggur fyrir að ríkið er tilbúið að fjármagna 50% af þessu starfsmanni út næsta ár. Sveitarfélögin og ásamt Ísafja bera þá 50% á móti. Ég held að þetta sé bara mjög góður samningur að svo stöndum við svo kosti. Við munum að halda áfram að reyna að fá samþykki fyrir því að ríki helst bara fjármagni innan starfsmanna full. Á þeim rökum að það er ennþá, eins og við vitum, atburður í gangi og við vitum svo sem ekki hvernig það þróast, vonandi fyrir það að stoppa bara. Síðan var þarna fjárhagsáætlun fyrir almannavarnanefndina sjálfa sem er lögð fram þarna og Ísafja er að koma með okkur í að fjármagna þennan rekstur sem er auðvitað mjög jákvætt og gott og út af fyrir sig bara eðlilegt því að það er mikið samstarf á milli nefndarinnar og Ísafja alls konar hluti. Þannig að það liggur fyrir og hjá ykkur liggja í gögnum annars vegar drög að samkomulagi almannavarnafulltrúa og hins vegar fjárhagsáætlunin. Ég bara legg til að bæjarstjórn samþykki hvort tveggja. Við gerum ráð fyrir kostnaði í fjárhagsáætlun næsta árs. Þetta er tæplega 3 milljónir í heildina fyrir hvort tveggja, okkar hlutur. Þannig að við göngum bara frá því formulega, þannig að ég legg til að bæjarstjórn samþykki það bara og vona að það verði gert. Þannig að þetta er ákveðið framhaldsspor í þessu samstarfi. Takk Magnús. Sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, þá legg ég til að við staðfestum samkomulag fjármögnun almannavarnafulltrúa og fjárhagsáætlun. Þeir sem það gera gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Fundagerðin að öðru leyti lögð fram. En þá er dagskrá fundar tæmd og komið að lestri fundagerðar. Ritari tilbúinn. Hálfa minni. Klára fyrst. Klára bara fyrst. Við erum með það. Gjörðu svo vel afni. Já, kæra þakkir. Ágæti forseti, kæru bæjarfulltrúar. Já, gesturinn er farinn síðasti. Þannig að ég ætla nú að lesa það sem bókað hefur verið á þessu fundi. Ritari þurfti aðeins að fara hérna fram og aftur örlítið, þannig að þið endilega látið vita ef eitthvað hefur missýtast eða gleymst, sérstaklega hvað varðar þá sem tók til máls. Fundagerð 87. fundar bæjarstjórnar haldin í Ráðhúsinu í Garði miðvikudaginn 10. desember 2025 kl. 17:30. Fundinn sátu Einar Jón Pálsson, Jónína Magnúsdóttir, Magnús Sigfús Magnússon, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Anton Kristinn Guðmundsson, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Önundur Björnsson, Magnús Stefánsson og Sunneva Ósk Þórðardóttir. Fundagerð ritaði Árni Gísli Árnason. Fyrsta dagskrármál fjárhagsáætlun 2026-2029.
til síðari umræðu. Með leyfi forseta og ætla ég að fá að sleppa að lesa bókanir. Þær hafa verið færðar inn eins og þær voru sendar ritara á rafrænan hátt. En fyrst kom bókun bæjarstjóra fjárhagsáætlunina. Þá bókaði meirhlutinn fjárhagsáætlunina. Afgreiðsla málsins var þannig að þjónustugjaldskrá var samþykkt með 6 atkvæða meirihluta D, O og S-lista. Fulltrúar B-lista og bæjarfulltrúi Magnús Sigfús Magnússon sátu hjá. Gjaldskrá Sandgerðishafnar var samþykkt með 6 atkvæða meirihluta D, O og S-lista. Ég gleymdi nú að lesa hverju tók til máls. Ég vona að þessi lagi hoppi tilbaka áður ég klára allafgreiðsluna. Þessi tóku til máls voru MS, AKG, MSM og EJP. Vona ég hef engum glemt þarna. Ég ætla að færa mig það aftur niður. Þá var komið að gjaldskrá vatnsveitu í þéttbýlinu í Sandgerði. Hún var samþykkt með 6 atkvæða meirihluta D, O og S-lista. Fulltrúar B-lista og bæjarfulltrúi Magnús Sigfús Magnússon sátu hjá og gjaldskráin samþykkt til birtinga í stjórnartíðum í framhaldinu. Fjárhagsáætlun og 3 ára áætlun samþykkt með 6 atkvæða meirihluta D, O og S-lista. Fulltrúar B-lista og bæjarfulltrúi Magnús Sigfús Magnússon sátu hjá. Þá hér bókun þar sem frá Anton Kristinn Guðmundssoni og Magnús Sigfúsi Magnússyni þar sem vildu gera grein fyrir atkvæði sínu og var færð inn bókun sem send var rafrænt. Þá var annað dagskrármál, það var fjárhagsáætlun 2025 viðaukar. Þar voru 3 viðaukar, númer 6, 7 og 8 til umræðu. Þar ferði ég bara að Einar Pálsson hefði tekið til máls. Vona að það hef ekki gleymt honum. Afgreiðsla þess máls var að viðauki nr. 6, rekstur Gefnaborgar var samþykktur samhliða. Viðauki nr. 7, endurskoðað fjárfestingaráætlun 2025, var samþykkt með 6 atkvæða meirihluta D og S-lista, fulltrúar B-lista og bæjarfulltrúi Magnús Sigfús Magnússon sátu hjá. Viðauki 8, launalegir rekstri lækjamóta var samþykktur samhliða. 3. dagskrármál, það stefna Suðurnesjabæjar málefni eldri borgara, stýrihópur 2025. Þar hef ég ekki fært að neitt tók til máls, annar en þá fundarstjóri. Afgreiðsla þess máls var að bæjarstjórn samþykki samhljóða staðfesta stefnu í málaflokk eldri borgara ásamt aðgerðaáætlun. Bæjarstjórn leggur áherslu á að stefna verði kynnt fyrir íbúum. Það 4. dagskrármál félagsstarf eldri borgara. Þar tóku til máls AKG, MSM, EJP, LE, JM, SOÞ og ÖB og SBJ. Vona enginn hefði gleymst þarna. Afgreiðsla þess máls var að tillaga að vísa málinu aftur til bæjarráðs var samþykkt samhljóða. 5. dagskrármál, það stuðningsþjónusta og þar tók enginn til máls annar en fundarstjóri og afgreiðsla var samþykkt samhljóða staðfestar reglur félagslegt húsnæði á Suðurnesjabæ. Þá komið að 7. dagskrármáli, það var bæjarráð, fundur nr. 178. Þar tók til máls SOÞ, EJP og SBJ og afgreiðsla þess máls var fundargerðin var lögð fram. Þá það 7. dagskrármál, bæjarráð, fundur nr. 179. Þar tók til máls AKG, EJP, MS og MSM. Fundargerðin var öðru leyti lögð fram. Þá það 8. dagskrármál, bæjarráð, fundur nr. 180. Þar tók til máls AKG og EJP. Öðru leyti var fundargerðin lögð fram. 9. dagskrármál, þar var fundargerð Íþrótta- og tómstundaráðs, 33. fundur. Þar tók til máls SOÞ og EJP. 10. dagskrármál, fjölskyldu- og velferðarráð, fundur nr. 62. Hann var lagður fram án umræðu. 11. dagskrármál, það fundur Hafnarráðs nr. 31. Þar tóku máls EJP og fundargerð að öðru leyti lögð fram. 12. dagskrármál, framkvæmda- og skipulagsráð, fundur nr. 69. Þar tóku til máls AKG, MS og EJP og fundargerðin var lögð fram. Þá það 13. dagskrármál, fræðsluráð, fundur nr. 59. Þar tóku til máls SOÞ, JM og EJP. Afgreiðsla var að fundargerðin lögð fram.
Já, fyrir hér, þá var ég eitthvað rugglast inn í skjálunum. Ég held ég sé komin á dagskrármálum 14. Samband íslenska sveitafélaga, fundagerði 2025, þar voru 2 fundir lagðir fram án umræðum. Dagskrármálum 15, svæðaskipulag Suðurnesja, þar var fundur 55 til umræðu, en hann var lagður fram án umræðu. Dagskrármálum 16, brunandi Suðurnesja, fundur 96, hann var lagður fram án umræðu. Það er dagskrármál 17, Kalka sorpeyðingarstöð, fundur 574, hann var lagður fram án umræðu. Þá er það dagskrármál 18, almannavarnanefnd Suðurnesja utan Grindavíkur. Þar var lögð fram fundagerð 70. og fundar nr. 76. Þar tók til máls MS og EJP og afgreiðsla þess máls var það samþykkt samhljóða að staðfesta samkomulag um fjármögnun almannavarnafulltrúa og fjárhagsáætlun samþykkt samhljóða. Fundagerðin var auðvitað lögð fram. Þá hef ég lokið lestri mínum. Látið það bara fundastjóra vita. Takk fyrir það, Árni. Fyrir ykkur athugasemdir við það sem bókað hefur verið. Anton? Hvernig er afgreiðslan á viðauka 2B? 2B? Þú sagði sem setji hjá þig, þú voru mótið. Við greindum atkvæði á móti. Atkvæði á móti, fyrir ekki. Ég skal leiða þetta. Ég leiða þetta. Ég seti hjá. Nei, á móti. Fyrir ekki. Já, hann las það upp sem að við hefum setið hjá. Já. Þið voru á móti. Þú voru á móti. Já, það er rétt. Við leiðum að klára það, Anton. Bara... Lögum það. Anton, annað. Undir máli 4 félagslega eldri borgara, það vantar nafnum mitt við tillöguna. Laganum að vísa þetta til Bæjarós. Það er athugasemd hef ég ekki. Takk fyrir, þetta verður lagfært og fundagerðin þá samþykkt. Áður en lengra haldið hefur formaður menningarráðs óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, kæru bæjarfulltrúar og kæru íbúar Suðurnesbæjar. Mér langar að lýsa yfir ánægju minni hvað margir eru búin að skreyta hjá sér. Það er svo óbáslega gaman að keyra sveitarfélagið og sjá allar jólaskreytingarnar. Og ferðasafn og menningarráðið er að fara á stúfana núna næstu daga. Við ætlum að fara að velja hérna jóla- og ljósahús Suðurnesbæjar 2025. Þannig ráðið hvetur ykkur áfram að skreyta og lýsa upp skammdegið. Og ég óska ykkur bara öllum gleðilegar hátíðar. Takk. Takk fyrir, Árni. Nú að lokum og endingu fyrir hönd bæjarstjórnar óska ég íbúum Suðurnesbæjar gleðilega jóla og farsældar á komandi ári. Svo við endum þetta nú eins og Sunniva sagði svo vel á jákvæðum nótum. Fundi er slitið.